Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Ég grunum að reglífarnar sé ekki út af rigningunni. Út af einhverju öðru. Já, við ákváðum að hafa hér þjóðbúningamessu á þessum degi, 19. júní, sem kvenréttindadagurinn og vonumst til þess, ef Guð lofar, að við getum haldið svona messu árlega. Við erum með 2 messur í Knarrarneskirkju, fastar messur, það þá þessi messa, þjóðbúningamessan, og síðan erum við með messu 7. desember, svokallaða Nikulásarmessu. Og þið eru glæsilega klædd í dag. Þetta hafið þú ekki pantað á Temu. Getið þið sagt mér aðeins frá þessum klæðum? Heyrðu, ég fór á námskeið í Annríki í Hafnarfirði hjá henni Guðrúnu Hildi Rósenkjær. Mikilli hannyrðakonu og byrjaði á að gera 19. aldar upplit á sjálfan mig og síðan sem sagt bara varð ég eiginlega að gera líka á bóndan, dressa hann upp líka. Því að það var ekki hægt að vera bara með hann í einhverjum plain jakkafötum mér við hlið. Hún bar þig í heiminn og hjúfraði að sér. Hún heitast þig elskaði og fyrirgaf þér. Hún ávallt verð þín skjöldur og hlýr. Hún íslensk kona sem ól þig og helgar sig kýr. Með landnemum sigldi hún svarandi haf. Hún sefaði harma, hún vakti hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslensk kona sem allt á að þakka og þjóð. Já, má kannski geta þess að við erum í Þjóðbúningafélagi Íslands og það góður félagsskapur og í messunni voru margir úr Þjóðbúningafélaginu, glæsilegir búningar og mikið handverksfólk. Og það má líka geta þess að við fórum saman til Kanada á Íslendingadaginn, þar sem allir var bara 150 ára afmæli á síðasta ári. Þessi hópur, þetta er orðinn samheldinn hópur og mikill áhugi fyrir þessari þjóðbúningamessu. Þau eru þjóðrækin eins og var kannski nefnt að náðan í messunni. Já, góður vinur okkar sér að Kristján Valur, vígslubiskup. Hann hefur verið svona héraðsbiskup Knarrarneskirkju og flutti alveg frábæra predikun, þar sem hann var einmitt að tala þjóðrækni og þjóðbúninga og konur í sinni predikun. Þetta var virkilega góð predikun hjá honum. Við erum honum mjög þakklátt fyrir það að koma hér og messa fyrir okkur reglulega. En að þessi stóri myndarlega hópur sem kom í dag, hvernig kemur þetta til? Já, eins og ég segi, þetta er þjóðbúningafélagi að hluti af því og við kynntist þessu fólki í gegnum Annríki í Hafnarfirði og eins og Anna sagði, hún sótti námskeið og svo bara óx þetta og við fórum í þess að ferð til Kanada og núna hefur við verið að fara í þjóðbúningamessu. Það var þjóðbúningamessa núna fyrir svolítið síðan í Landeyjum og nú er við hér, þannig að þjóðbúningafélagið hefur stefnir að því að hafa svona þjóðbúningamessur þá í hinum ýmsu kirkjum
og yfirleitt svona sveitakirkjur. Og þú stefnir á að þetta verði að svona föstum viðburði. Já, við vonumst til þess að geta haldið hér messu á þessum degi í framtíðinni, þjóðbúningamessu og þeir sem eiga þjóðbúning eru velkomnir meðan húsrúm leyfir, eins og við segjum.